smá svona vídeo sem ég ætlaði ákveða að setja núna dag á netið. Í vikunni fékk ég síðasta varahlutin. Það er þetta stykki hérna. Þetta er olíudælan sem er hérna á vélinni. Þegar ég skipti sem það svo að það er bolti hérna sem heldur alternatorinn og ég fannst að vera svolítið kjagaður. Svo fór ég að hugsa, það var svona laus á, svo fór ég að hugsa. Þegar ég var að panta þetta, þá var vélin orðin x ára gömul, keyrð x mikið. Það væri ekkert vitlaust að skipta olíudæluna. Til að bara aðeins slitinn hana til þess að bíllinn hafi nógan olíuþrýsting í framtíðinni að ég keypti inn í olíudælu. Hún tók langan tíma að fá og ég fékk varahlut frá sama aðila sem ég keypti löngu seinna og ég fékk hann á undan þessari hérna. Og ég er búinn að bíða síðustu vikur eftir að dælan komi svo ég geti farið að klára hérna tímareim og annað sem tengist vélinni. Þannig að öðru leyti eru allir varahlutir komnir sem ég held í þurfi og þurfti ekki en pantaði samt. Þannig til öryggisskyni vegna þess að það bara skiptum vegna aldurs. Þannig að nú hefst ég handa til þess að við það að púsla öllu saman. Ég gerði annað í vikunni því ég er svolítið ruglaður. Ég keypti annan bíl. Bílinn sem er hérna, sem ég er að vinna í núna, er Lancer 90 ára gerð, keyrður 170.000 og ég keypti hann bara svona langaði til þess, prófa þetta og síðan ég keypti hann og fór að vinna í þessu, hef ég komist að því að mér finnst það bara stræðilega gaman, dunda mér í þessu. Það er svona ákveðin hvíld frá því sem ég er að gera dagsdaglega að dunda mér við það að púsla saman. Taka vélina af og púsla saman og snúast í kringum þetta. Eina sem ég náttúrulega, maður veit aldrei, get ég náða að koma henni saman aftur hann og virki, það er stóra málið. En ég auglýsti eftir, fyrir það byrja rétt viku síðan eftir Mitsubishi Galant. Bíl sem ég átti. Kringum 2000, 2003, 2004, 2005 held ég að verið sem ég átti, 5 eða 6 sem ég seldi hann. Og ég auglýsti að ganni líka eftir eldri típu, 88, 89 til 92, 93, sem ég hef alltaf fundist geysilega fallegi bílar að mörgu leyti. Já, ég hef aldrei átt svona bíl en alltaf langaði svona bíl. Ég var farin að kíkja í kringum út í Þýskalandi og víðar hvort ég fyndi ekstra eintak en það hefði verið alveg fáránlega dýrt að flytja svoleiðis bíl og ég ákvað að prófa að svona gamni, sjá hvað kæmi út úr því að auglýsa hér fyrst. En hvað það hefur sambandið með strákur eða maður norður á landi, norður á Akureyri og býður með bíl. Hann er þetta keyrður rosalega mikið en svona aðeins hérna smá reiði á hann í sílsum sem ég vonandi er ekki mikið. Helsti galli með hann er að glæran á lakkinu, lakkglæran er ónýtt. Hún er farin að flagna og búin að flagna af stóra hluta bílsins. En þetta er vonandi í grunninn geysilega gott eintak. Ég er á það og ég er eftir að sækja. Þannig að þegar ég er svona búinn að koma þessum saman eins og ég er sáttur með í bílarlega, þannig að ég er náttúrulega ekki að fara í lakki á þessum núna. Þá, trúlega versta vetur fyrir ég að snúa mér á næsta eintaki. Sem er svona, já meirin held ég ætlaði að fara í þetta og svo bara, þetta væri bara búið. Þetta, eitthvað nei, komin í þetta ferli að vera í sem forbíla brasi, gamalt bíladrasli. Og þess vegna fór ég af stað í það að leita mér bíl og sem ég segi, ég átti ekkert vonað að finna sérstaklega bílinn. En þetta var bíl sem ég fekk að það góðu verði að það er tilraunir verið að ná í hann, skoða hann, meta hann og sjá hvort ég get ekki gert eitthvað gott út úr því. Það verður vonandi mjög fljótlega sem ég get náði í hann og þá setja inn myndir.
að verður vonandi mjög fljótlega sem ég get náð því en ég vil ekki fara norður á Akureyri með bílakerru nema ég sé mjög öruggur með mig og kerruna og bílinn á kerrunni. Og það þýðir eiginlega hláku og hálkulausan veg. Þannig að á næstu vikum ætla ég að reyna að sjá mér út stund til þess að ná í hann. En á meðan þá ætla ég að fara að byrja að dunda mig að setja saman, púsla saman vélinni og alltaf reyna smurolíupönnuna og svona ýmislegt fleira. Eins og ég segi, ég er búinn að bíða eftir þessu vegna þess að þegar þessi hlutur var kominn, þá gæti ég fara að setja hann á, ég gæti fara að setja tímarinn á, pönnuna á. Þegar þetta er allt komið, þá gæti ég setja gírkassan aftur á og þá svona byrjar þetta að rekja sér pútilega aftur saman. Þannig að ákvað eins og ég segja að búa til vídeo að ganni. Ég verði að setja myndir undanfarið á síðuna. En það er eins og ég segi, þetta podcast. Það er mest að furða hvað þetta podcast. Ég held kannski, en ég reyndar á svipuðum slóðum eins og ég áætlaði að vera. Ég væri byrjað að setja saman vélum þetta leyti. Og ég verði vonandi komið hérna bílinn á götuna aftur í svona lok febrúar, byrjun mars, eða febrúar. Þessast ökuhæft ástand og komin út úr dyrnar. Og þá þarf ég að skreppa með henn í bæinn og láta finna mér réttingafyrirtæki sem það getur tekið svona litlu beglur sem er á honum og lagaðar. Þetta er svona kannski dagsvinna eða eitthvað svoleiðis og svona aðeins stærri beglur líka, en ég veit að fagmenn eru enga stund að skjóta það tilbaka og svo þarf ég að fletta þær til þess að ryðga ekki. Þá svona get ég farið að púsla honum endanlega saman og taka góð þrif á honum og bón, svona eins og hann leyfir. En málingarverkefni og láta reiðvélar líka á honum botnin í leiðinni, málingarverkefni með þennan bíl ætla ég að láta bíða allavega í bíli. Það er stóra verkefni á galantunum ef það gengur upp og það er að láta finna eitthvað sem kann að sprauta. Það getur sprautað fyrir mig, fyrir sanngjarnan pening. Þannig ef þið ekki sprautara sem er tilbúin að taka svona lag að sér, þá er ég þykki það með þökkum að fá að vita það. Þannig að, já, þið með þess að senda mér skilabóð. Þetta er bara komið í bílinn.